Við ætlum að halda áfram hér með þjónustuna og fyrsta erindi sem við ætlum að heyra, ég er virkilega spenntur að heyra það af því að það nefnist sýslumenn í sókn og þannig viljum við hafa sýslumenn. Við viljum hafa það í sókn alltaf og það er sýslumaðurinn á Suðurlandi Kristín Þórðardóttir sem er næst hér í pontu. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, það er gaman að heyra að þú ert spenntur fyrir sýslumönnum. Ég vona að það verði fleiri eftir þennan fyrirlestur. En þann 18. maí síðastliðinn, það var stór stund fyrir sýslumenn. Þann dag fluttum við vefinn okkar alfarið inn á Ísland.is. Sú ákvörðun að flytja vef sýslumanna þangað inn var stór og fól í sér að þér virtist á stundum botnlausa vinnu fyrir starfsmenn embættanna og marga aðra. En hún hafði líka í för með sér svo mikla framfarir í þjónustu við almenning. Það hefur mikil áhrif þegar að stofnanir með svo víða skírskotun í stjórnsýslu ríkisins taka slík skref, en sýslumanna er getið í yfir 100 lagabálkum í lagasafninu, í tæplega 200 reglugerðum og árlega nýtir helmingur landsmanna sér þjónustu embættanna á einn eða annan hátt. Sýslumenn hafa sett sér markmið að vera leiðandi í rafrænni þjónustu ríkisins. Sú afstaða byggir ofan á framtíðarsýn dómsmálaráðherra sem felur í sér að embættin veiti framúrskarandi þjónustu, óháð búsetu og staðsetningu hvar og hvenær sem eftir því sem hentar almenningi hverju sinni. Nýr vefur sýslumanna á Ísland.is með öllum þeim þjónustuleiðum sem þar í boði er frábær fyrsti áfangi á leið að eftirsóknarverðum stað. Mig langar að segja ykkur aðeins frá vegferðinni sem sýslumenn fóru í, leiðina nýjum vef og hvernig svo ákvörðun að reima sér skóna og taka stökkið hefur áhrif á almenning og opinbera aðila aðra. En við erum líka bara hvergi nærri hætt og mun ég segja ykkur frá næstu vörðum sem við hyggjumst hlaða á vegferð okkar í okkar sókn, leiðinni að markmiðinu að verða leiðandi í rafrænni þjónustu ríkisins. Sýslumannaráð var sett á laggirnar árið 2015 við sameiningu embættanna úr 26 í 9 og var því falið veigamikið hlutverk. Meðal annars það að vinna að sameiginlegum verkefnum sýslumanna, að vera til ráðgjafar þróun starfs- og upplýsingakerfa og að annars sameiginlega vefsíða embættanna. Embættin stóðu frammi fyrir þeirri staðreynd að þau voru í miklum rekstrarvanda, að starfs- og upplýsingakerfi voru gamaldags og þjónusta þeirra þar af leiðandi. Það var sameiginleg skoðun sýslumanna og dómsmálaráðuneytis að grípa þyrfti til róttækra aðgerða og þegar stjórnvöld settu fram stefnu mikla aukna áherslu á stafræna þjónustu hins opinbera sáum við rakið tækifæri til að vinna bug á framangreindum vanda embættanna. Ákvörðun var tekin og stefna var mörkuð. Boðleiðir voru skilgreindar og einfaldaðar. Það er ekki alveg einfalt að leita samráðs og taka skjótar ákvarðanir með 9 sjálfstæðar stjórnsýslustofnanir. Og því kom sér vel að löggjafinn hafði hugsað fyrir sýslumannaráði á sínum tíma. Verkefnastjóri var ráðinn og hann tengiliður sýslumannaráðs við embættin og þeirra fjölmörgu samstarfsaðila. Sýslumannaráð ákvað forgangsröðun verkefna sem byggði á mati á flækjustigi þeirra og samfélagslegum áhrifum. Hvaða þjónustuleið er einföld en gagnast sem flestum. Byrjum á því. Öll samskipti fara í gegnum verkefnastjóra og hvort sem ræðir samskipti starfsmanna sem vinna í úrbótaverkefnum, samskipti við forritara í starfs- og upplýsingakerfum, samskipti við Stafrænt Ísland og við ráðuneytið. Sýslumenn allir og samstarfsaðilar hafa verið samstiga í verkefninu og sammála mikilvægi þess. Ávinningurinn er ótrúlegur og mikið hefur gerst á skömmum tíma. Það sem meira við erum hvergi nærri hætt. Eins og ég vék að í innganginn mínum þá fluttu sýslumenn vefsinn alfarið inn á vefsíðu Ísland.is í maí síðastliðnum og þeir voru fyrstir stofnana til að gera það. Það var samdóma álit sýslumanna að það væri ekki nema rökrétt að vefsíða þjónustustofnana þeirra sem þeir eru ábyrgir fyrir yrði staðsett á þjónustugátt hins opinbera og líklega eru fáir ósammála þeirri nálgun.
Að auki gaf slík tilhögun embættunum kost á að fjölga þjónustuleiðin til almennings og gera hana aðgengilegri. Sýslumenn gátu spara sér útgjöld vegna hönnunarvinnu þar sem unnt var að nýta tæknistakk Ísland.is og nú gátum við boðið upp á hið eitursnjalla spjallmenni Ask. Við gátum boðið upp á netspjall við starfsmenn í beinni þegar notandi fekk ekki svör hjá Aski og bráðum bjóðum við upp á upplýsingaborð eða hjálparsíðu sem eykur möguleika á sjálfsafgreiðslu. Mesta áskorunin að mínu mati lá í því að flytja efnið af eldri vef og samræma textann efnisstefnu Ísland.is. Sú vinna fól í sér að endurskoða allan texta af vefnum, gamla vefnum, kom honum yfir á mannamál, en ekki lagamálið sem okkur lögfræðingum svo tamt og hjartfólgið. Hvernig áttum við að koma þessu yfir á skiljanlegan hátt, en tryggjum leið að þetta væri rétt og þetta væri tæmandi upplýsingar. Þannig lögðu margir djarfa hönd á plóginn og margur starfsmaðurinn satt ófáar kvöldstundir við yfirlestur og betrumbætur á texta. Sönn saga. Þessari vinnu auðvitað ekki lokið enda vefurinn lifandi tól og sífellt tækifæri til að gera betur eftir því sem tilefni gefast til. Skemmtilegast fannst mér að skynja og kannski fannst mér mest vænt það, að skynja sóknarhugan og jákvæðnina hjá starfsfólki embættanna. Í hópavinnunni kom í ljós mismunandi og áður kannski lítt þekktir hæfileikar starfsmanna sem nýttust þó áfram í nýjum ábyrgðarhlutverkum. Í nýjum ábyrgðarhlutverkum sem eru tengd þessari rafrænu þjónustu. Og þetta á öllum embættum. Við erum búin að finna ábyrgðaraðila þeir eru á öllum embættunum. Og það sýnir bara og sannar það að veita, störfið að veita rafræna þjónustu, þau eru líka óháð staðsetningu. Já, yfirskrift erindis míns sýslumanni í sókn. Hvað á ég eiginlega við með því? Einhver kann að segja, já flott hjá sýslumönnum, við erum í sókn. Hvað þýðir það fyrir mig? Hvað snertir það mig og mitt daglega líf? Þegar stofnanir með svo víðtækt hlutverk og ábyrgð í íslensku stjórnkerfi eigi hlut, þá hefur þetta gríðarlega áhrif þegar þjónustan verður aðgengilegri viðskiptavinum eins og nú er hún raunin. Og þegar þjónustan sækir sjálfvirkt nauðsynlegar upplýsingar og staðfestingar frá öðrum opinberum aðilum sem þurfa að fylgja erindi. Það hefur auðvitað líka áhrifin á embættunum þar sem við verjum minni tíma í að slá inn upplýsingar af útbrentum eyðublöðum. Þegar við verjum minni tíma í endurtekið sömu eða sannbærilegar leiðbeiningar til mismunandi aðila og erum ekki að prenta hitt og þetta út í tíma og ótíma eða kalla eftir staðfestingum eða vottorum frá öðrum stofnunum. Með öðrum orðum, hjá okkur skapast svigrúm til að sinna betur vandasömu verkefnunum, flóknari verkefnunum. Á þessari glæru getur að líta þau verkefni sem við ráðist í sem bæði lúta því að bæta þjónustu og auka sjálfsafgreiðslu en einnig að eflingu innviða og upplýsingatæknimála embættanna. Hér má nefna stefnu áherslur og lykilverkefni. Hvert embætti hefur tekið að sér lykilverkefni sem að fela í sér að vinna þá miðlægt fyrir öll embætti í einu. Dæmi, samræmd tölfræðibirting, samræmdi verkferlar, samræmt fræðslumál embættanna. Og hérna sjáum við fleiri eyðublöðin yfir í stafrænt form, rafræn sakavottorð, margumrædd. Og þarna koma rafrænar aflýsingar, COVID-19 skilmálabreytingar, vefurinn. Og í upphafi árs þá tengdumst við umsóknarkerfi Ísland.is og þá fóru hjólin að snúast heldur betur. Þið sjáu þarna, það eru stafrænar umsóknir, meistarabréf, rekstrarleyfi, tækifærisleyfi, áfengisleyfi, breyting á samning lögheimili barns. Allt þetta er nú aðgengilegt í stafrænni umsókn. Þið sjáu svo hérna rauðu línuna, þetta er tímaás og hægra megin og glærunni lengst til hægri getur að líta verkefnis og þjónustuleiðir sem að ráðast verður í eða vonandi verður ráðast í á næstunni og má nefna dæmi rafræn veðbókarvottorð, rafræn dánarbú, rafrænu umsóknum, könnun hjónavíslu skilyrða, vegabréf, ökuskírteini og síðast en ekki síst rafræna þinglýsingu veðskuldabréfa og tengdra gerninga.
Ég ætla ekki að tala rafrænar þinglýsingar í dag, það stóra framfaramál þótt það sé okkur sýslumönnum mjög nátengt, en ég veit að hún Þórhildur Edda mun gera því máli mjög góð skil hér í næsta sal til hliðar á eftir. Mér langar núna að sýna ykkur dæmi nýja þjónustun sem sparar fólki sporin sem svo munar og þetta umsókn rekstrarleyfi gististaðar. Þetta með áfengisveitingum, ég veit ekki alveg hvernig það kom inn en allt í lagi. Það ekkert flóknara. En þarna sem sagt efst uppi að þá sem sagt það upp af síðan, þú finnur þetta umsóknarform og þú ýtir að fylla út og skráir þið inn á rafrænum skilríkjum og síðan þér sem sagt beint áfram skref fyrir skref, þú þarft auðvitað að fylla út svona upplýsingar rekstraraðila og fjölda gesta og allt þar fram eftir götunum. Og hérna kannski lengst til hægri þá sjáum þið ferlið, hvernig þetta gengur svo í gegnum kerfið, hvernig má alveg stofna sjálfkrafa í kerfum sýslumanna, við þurfum ekki að slá þetta allt inn og síðan bókast bara greiðslan, færi sjálfvirt. Þannig að þarna auðvitað verið að spara okkur mikið tíma fyrir embættunum. En að ég tala nú þó ekki umsækjandann, vegna þess að hérna neðst vinstra megin þar getur umsækjandinn einfaldlega smellt við hann heimili okkar að sækja tiltekin gögn. Og þetta myndi ég halda að því menn að tala hér einmitt bara umhverfisáhrif og tímann og við getum varið tímanum betur og skynsamlegar. Og þarna gögn eins og sakavottorð sem áður þurfti að nálgast með því að mæta á skrifstofu sýslumanns. Þarna búsetuvottorð sem Þjóðskrá Íslands gefur út. Búsforræðisvottorð sem þurfti að sækja í héraðsdóm og skuldleysisvottorð sem nálgast mátti hjá innheimtumönnum ríkissjóðs. Og svo hérna lengra til hægri, hérna við miðju neðarlega, þar sem sagt fylgigögn og þar gefst mönnum kostur á að hlaða upp fylgigögnum ef þurfa þykir. Og eins og staðan í dag þegar þú sækir nýtt rekstrarleyfi til sem sagt gististaðar, eina gagnið sem þú þarft að hafa á reiðum höndum, sem þú þarft að vera komið með í hendurnar og búin að koma á tölvutækt form, það nákvæm teikning á húsnæðinu sem að reksturinn á að fara fram í. Mér finnst þetta alveg vel sæmilegt dæmi sem sagt þjónustu sem sparar sporin. Eru þið ekki sammála því? Og það óhætt að segja að landsmenn hafi tekið vel í þessar nýjungar í þjónustu embættanna. Það eru 70% sakavottara sem eru sótt rafrænt í dag. 90% umsókna meistarabréf eru rafrænar þar sem af ári. Og það sem meira það eru komnar 120 umsóknir og við byrjuðum í mars. Í venjulega árferði koma 300 umsóknir á ári. 96% skrá heimagistingu rafrænt. Rafrænar aflýsingar eru orðnar rúmlega 40% allra aflýsinga. Þær eru komnar í 9.500 og við bindum vonir við að þegar fleiri stórir aðilar koma inn að þá munum við sjá þetta hlutfall rjúka upp. Rafrænar þinglýsingar COVID-19 skilmálabreytinga átt í 6.500. Og svo hann Askur blessaður, hann þarna neðst. Mér langar aðeins að hossa á honum vegna þess að hann hefur staðið sem stakri prýði. Hann hefur svarað fyrirspurnum viðskiptavina í yfir 80% tilvika, þar sem hann hefur getað klárað málið. Og ég ekki viss að ég geti það á góðum degi, sko. En leið sjáum við líka að álagið, og þetta bara svona segin saga og menn þekkja þetta, að leið minnkar álagið í símsvöruninni. Fólki að ná að klára sig sjálft af hlutunum með þessari aðstoð. Undanfarin misseri hafi verið lærdómsríkur tími. Það hefur verið á brattan að sækja. Sum verkefni hafa gengið hratt fyrir sig, önnur hægar en vænst var, sum reynst minn flóknar en leit út fyrir upphafi, önnur eða bara sum voru líka bara alveg jafn flókin og við héldum fram en kannski aðrir ekki. Þetta alls konar. Kannski það síðastnefnda á líklega við þar sem að þetta tæknilega flókið og það eru margir haghafar sem þurfa að leggja sitt af mörkum inn í verkefnið. Þau taka tíma. Ég held að sé mikilvægast að verða sér út góð tól og tæki og góða samstarfsaðila. Það mætti kannski líka þessari sókn okkar við fjallgöngu og við ætlum nefnilega toppinn. Það sakar ekki að eiga góða gönguskó og hafa góða ferðafélaga.
og betra ef að veðuraðstæður eru hagstæðar. Svo bara reima sér skóna, arka af stað og þótt maður þurfi stundum að beygja af leið eða breyta stefnu þá það allt í lagi meðan við erum með áfangastaðinn á hreinu. Mér langar að nota tækifærið fyrir hönd sýslumanna allra og starfsfólksembættanna og þakka öllum þeim sem að hafa tekið þátt í sókninni með okkur. Ég held á engan sé hallað, þótt ég nefni sérstaklega starfsfólk dómsmálaráðuneytis og hið gríðarlega öfluga teymi sem starfar undir merkjum Stafræns Íslands. Þetta búið að vera gaman og ég hlakka til framhalds með ykkur. Takk.